Komið sæl, skulum byrja að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér stóra og mikla hæð sem að færast hérna og þokast fyrst í átt að landinu og síðan fer hún til austurs í átt á Skotlandi og lægðirnar sitja og bíða hér aðeins yfir Grænlandsjökli eftir að hæðin hopar aðeins lengra svo þær komist nú aðeins nær okkur. En úrkomusvæði frá þeim svona, það fer nú að nuddast svona þegar að kemur fram á morgundaginn meira hérna að okkur, þannig að þetta er rakt og hlýtt loft sem er að koma, þannig að það er svona súldaloft, einhver smá rigning í þessu inn á milli líka. En á hitasviðinu hins vegar þá sjáum við að það er mjög hlýtt loft hér við Grænland og það mun í raun svona þegar líður á morgundaginn sérstaklega, þá mun það svona fara að sækja meira að landinu, en eins og áður sagði þá flytur svona hlýtt loft með sér töluvert mikið raka þegar það ferðast svona lengi yfir hafi. Þannig að það verður þungbúið hérna á sunnan- og vestanverðu en mun bjartara hins vegar á norðaustur- og austurlandi og þar verður einnig hlýjast. En ef við lítum síðan á hvernig veðrið þróast í kvöld, nótt og í fyrramálið, að þá er svo sem ósköp lítið að vera hjá okkur í kvöld og svona lengst af í nótt, en svona undir morgun og í fyrramálið þá fara að koma svona rakara loft og þetta er svona súld, rigning með köflum í þessu. En vissulega eru einhverjar uppstyttur að auki, þannig að þetta er ekki samfelld úrkoma. Og síðan á norðaustur- og austurlandi verður klárlega hlýjast og bjartast, þannig að þar verður í raun fínasta veður. Það er kannski svona þegar kemur fram á morgundaginn að þá svona gæti komið einhver smá bakkar þegar þessir bakkar leita hér áfram til norður og austurs, en þetta er ekki mikil úrkoma. Þegar líður á morgundaginn þá hvessir og það koma gular viðvaranir inn hérna á norðvesturhorninu, en það er gilda aðalega fyrir þá húsbíla, hjólhýsi og önnur ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Aðrir landshlutar og sérstaklega hér á austurhelmingi landsins er mun hægari vindur og lítil sem engin úrkoma, en áfram verður þá einhver smá úrkoma og sérstaklega þá svona þokuloft, súld, viðlóðandi hérna vestan til. Eins er að sjá að mesta úrkoman verður nú líklega svona á þessu svipuðu slóðum og þessar viðvaranir. En þær verða hér hádegi og laugardag ennþá í gildi. Það byrja klukkan 3 á morgun sem sagt og gilda fram á laugardagskvöld. En hitatölurnar eru bara ljómandi fína fyrir norðausturhornið. Svona ágætar miðað við að vera í þetta lágskýðu veðri, að ná í 13-14 stig er nú ekki slæmt. En ef við lítum síðan á þróunina fram á sunnudagsmorgun, að þá er þetta svona áfram hérna fram á annað kvöld. Nei, fyrirgefðu laugardagskvöld ætla ég nú að hafa sagt, og það er einhver mesta vætan á þeim slóðum líka, en á laugardagsmorgun þá er staðan eitthvað þessu líka. Það úrkoman einhver bundið við norðvesturhornið, sterkasti vindurinn líka, en hæstu hitatölunar áfram á Austurlandi og það eru sjást einhverja 4, 5, 6 gráður eftir í sem eins og Egilsstaðir gætu átt inni þegar þar sem við erum á sunnudagsmorgni. En að öðru leyti ágætasta veður og eins og áður sagði þá er svona mun minni úrkoma í þessu heldur en hefur verið í spám undanfarna daga, þannig að þetta er betra getur við sagt. Og síðan á mánudag að sjá að við séum komin inn í svona hæðarhrygg hérna, þannig að það kannski einhverja smá skúrir einhvers staðar svona á stangli, þá kannski einna helst hér austan til, en ósköp rólegt og svona meinlítið veður. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og hér lægð sem yfir Noreg og norður Svíþjóð og nokkuð vætusamt á þeim slóðum, en hæðin sem hefur olli hlýindunum í Evrópu undanförnu, hún þokast áfram til austurs, en hitatölur eru almennt mjög háar og víða mjög bjart ennþá í sunnanverðri álfunni. Þó eru þessar svona fjallaskúrir eins og í Ölpunum og hér eftir Ítalíu, fjallgarðurinn svona sem liggur þarna eftir og skiptir má segja Ítalíu dálítið í tvennt. En Íberíuskaginn hins vegar hann sólríkur, bjartur og hlýr. Á Kanarí er norðaustanáttin eins og hún búin að vera að undanförnu og það ágætlega hlýtt, svona kringum 30 gráðurnar og svona sjá kannski að verði örlítið skýjaðar á morgun en verið hefur. Og svo þegar við förum vestur hafið, þá skilin af lægðinni sem á leiðinni yfir Grænlandsjökul, að leifar þeirra liggja hérna suður með og eru svona smátt og smátt að fara út af Bandaríkjunum sérstaklega. Kanada við Hudsonflóa önnur lægð sem á leiðinni hérna og hún mun leita áfram til austurs í átt til okkar. Og svo komin lægð hérna norður af Seattle í Bandaríkjunum sem mun gefa rigningu á þeim slóðum, en að öðru leyti hlýtt og nokkuð víða bjart í Norður-Ameríku. En við skulum láta þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.